Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that. This is man with the... Já, Sportþáttur með ykkur hérna þetta mánudagskvöld klukkan orðin 11, 7. október núna og við erum ennþá í körfuboltaumræðinni, auðvitað förum við fram yfir 11 þegar að vera undirbúa svona, já, körfubolta tímabilið, enda er nóg að taka, það er Dóminósdeild karla og kvenna, fyrstdeild karla og fyrstdeild kvenna, allt að byrja núna í þessari viku, en nú er ég komin á línuna þjálfara Hamars í fyrstdeild karla, það er nýráðinn Bragi Bjarnason, komdu sæll og blessaður höfðingi. Blessaður. Hvernig ertu? Bara mjög góður. Herru, þú ert núna, já, ferði að þjálfa úr, já, Heklu yfir í að þjálfa Hamar? Já, maður stekkur upp með deildina. Já, það er svona, komin í aðeins stærri klúbb núna? Jú, þetta er nú stór klúbbur, sko. Þetta er sérlega. Já, þetta er náttúrulega aðstökk að milli annars deild og fyrsta deild, það er það sama. Þannig að þetta er aðeins meiri alvara og fleiri æfingar og annað. Já, en þú ert uppalinn í Hamri eða ekki? Jú, svona í kannski meistaraflokki, svona, það má segja það kannski. Já. Það er stigið sín flestu skref þar, sko. Ekki gólfið þar aðeins. Og hvenær varstu að spila með þeim, fyrir þá sem ekki vita? Maður spilaði þarna sannlega svona 2002 til 2003 og svo aftur 5-7 eitthvað slags. Já. Svo hefur maður nú flakkað hingað og þangað. Þannig að maður ekki til. Það var hætti eftir síðan til, svo hefur maður verið lögætni og spilaði maður þessu líka og svona, þannig að það er búið að flakka við það. Já, þannig að þú ert komið með hressina leikferil? Já, þetta er svona, það lítur ágætlega út af blaði, sko. Eða það er hægt að segja lítið vel út að spila með mörgum liðum. Já, er það ekki bara mikið reynsla? Jú, það er mikið reynsla og bara gaman. Já. En hvernig leggst annars, hvernig hefur svona undirbúningu gengið hjá ykkur í Hveragerði fyrir komandi átöku fyrstdeildinni? Mjög vel, bara mjög settur, sem ég segi, menn að vera að klásti hérna á þessi meiðsli og vera svona tíma tilbaka á því, þannig að við erum að vera með full mannaðan hóp núna. Það bara lítur bara vel út svo, sko. Við erum ánægðir með kannan okkar, að vera með okkur inn í rúma mánuð og bara, líst bara mjög vel á tímabilið. En hvernig hafið þið svona undirbúið ykkur núna? Við byrjuðum að æfa náttúrulega bara eftir Vestlunarhelgi og búin að vera að hlaupa og djöflast í það og svo tókum við þetta í Lengjubikarnum. Það voru með úrvalsdeildarliðunum þess. Já. Það er náttúrulega bara heljarinn er bara góður æfingapakki að vera að klást í þig á alveg æfingalík. Þó að kannski úrslitin séu ekki endilega alltaf að hrópa húrri yfir en það hjálpaði okkur mikið að þurfa að spila á móti betri liðum og læra því. Þannig að maður trúir þeim sem að koma vel undirbúin fyrir tímabilið. En nú eru þið með svolítið breytt lið það ekki frá því fyrra eða þið hafið mist Ragnar Neiðarsson og Odd Ólafs? Jú, Oddur Ólafs fór í Val og Ragnar Snati í Þorlákshöfn. Og svona kannski stærstu postarnir og Lalli náttúrulega þjálfari fóru til Afríku. Þannig að það eru svona kannski stærsta en þeir eru svona þrír sem eru svona kannski úr eiginlega liðinu sem endaði síðan síðan. Þannig að við erum með mikið af nýja einstaklingu. Þannig að fórum að draga nokkra landi og fengum 2 öfluga strákar frá Laugarvatni, Aron og Inga. Og síðan hefur maður svona verið að sanga hans af sig þetta reynsluboltum. Einhver mann Sigurbjörn Ágústsson hérna frá Selfossi stóran strák og sem er nú aldursfórstin í liðinu. Klífaði 38 árum held ég sem ég kemur upp á. Þannig að það er mikið reynsla að harafæki. Já. Og Magnús Sigurðsson er komið til okkar aftur og Kjartan Kárason. Já. Og svo er náttúrulega það séðan í fyrra, náttúrulega Dóri er áfram og Bjalli, Bjartmar og Mikki og svo er ungi strákar hérna Stebbi og Emil sem komaði svona aftur sem hafa náttúrulega verið með Hamri frá við byrjuðum. Og Bjarni Rúnar er komið aftur strákar sem eru spaldir í Hveragerði. Já, þannig að þetta er mikið skipað svona heimamönnum? Já, það er svona góð blanda af ungum heimastrákum og svo svona kannski eldri strákum sem eru að koma að hafa spilað með Hamri kannski að vera að koma aftur, byrja aftur í körfubolta, sko. Verður þú spilandi? Já, ég reikna nú, já, það lítur allt út fyrir það.
fyrst maður í standi og getur hlaupið og það verður maður nú að nýta sér eitthvað. Já. Þannig að þjálfarinn tekur mikið út af það, þannig að það ekki leið. En hvernig hérna svona markmið eitthvað fyrir þetta leiktímabil? Það svona, við erum alltaf svona kannski aðeins búin að ræða hvernig við ætlum og við erum búin að setja okkur svona fyrsta markmið sem er alltaf bara að fara á stað með hvað með það, mikið huga fyrir, við ætlum að vinna hvernig við næsta leik við þetta. Svo verðum við alltaf bara að sjá hvað það leiðir okkur. Við erum bara eins og hvert annað lið, það getur verið sjálfum okkur vestir og við getum unnið hvert sem er á góðum degi og svo getum við tapað fyrir hverju sem er og mætum þannig til leiks. Þannig að við þurfum að hafa hausinn í lagi og mæta eins og Hamarsliðið að mæta baráttunni í leiðalösi. Það getur allt gert. Og það er náttúrulega, maður veit alveg vilja sjá okkur vera í þessari baráttu að vera að lágmarki í úrslitakeppninni næsta vor, sko. Það er svona það sem við viljum allan að sjá okkur. En hvernig heldur að þessi fyrsta deild eigi eftir að vera í vetur? Svolítið, kannski alltaf þetta auðvelt að kasta einhverju fram svona upp á tímabil, sko. En maður svona eins og þetta lítur úr þessu út á pappírunum í dag og hugsa maður þetta geta orðið svona, kannski svolítið tvískipt. Síðan þarna nokkur svona sex lið sem eru svolítið svona jöfn sem getur unnið alla í rauninni. Já. Svona 6, kannski 7 og svo sé þetta svona, já, svona 4 lið sem verði svona kannski muni verði eitthvað ströggling, sko. En eins og ég segi, þetta er rosalega flott að byrjast ef einn með einu manni, einn eftir meiðsli og einn ákveður að stökkva upp í úrvalsdeildina kannski eða eitthvað svoleiðis. Þetta getur farið keðjuverkun á stað. Já. Þannig að liðin megi ekki við miklu mannabreytingu til þess að þetta breytist. En hvaða lið heldurðu svona, já, verði mest að berjast þarna eins og fyrsta sætið í þessu? Svona kannski eins og undirbúningstímabil hefur byrjað, það var svona að líta Tindastólsmenn rosalega vel út, sko. Já. Og svona kannski fyrirfram myndi maður alltaf þeir ætti að vera þarna svona í toppbaráttunni, sko, að berjast með fyrsta sætið. Svo held ég svona kannski að svona það verði hérna kannski svona, já, eins og ég segi, 4-5 lið fara eftir sem finnst það að vera svona nokkuð jöfn kannski hultiðis. Já. Og ég segi, FSU menn er búin að bæta sér mikið frá því fyrra. Það er gaman að fylgjast með þeim betur. Fjölnismenn eru búin að bæta vissi en líka tapaginti, þannig að þetta er svona, það er með sterka menn á pappírunum, sko. Og Blikarnir er búin að bæta vissi. Við erum svona búin að bæta við við erum breiðar og sterkan hóp. Þannig að þetta verður bara mjög spennandi, sko. Já. En nú varstu að þjálfa í annarri deild karla í fyrra og já, nú er ég að spyrja, já, er ykkur sérstök lið þar sem þú heldur eigi eftir að fara svona að berjast það að komast í fyrstu deildina? Nú verð ég bara ekki, ég bara hef líka hugmynd það, ég tali bara hreint út. Það er rosalega lítið kynnt mér að hitta til, sko. En maður svona kannski, ef maður á áætla eitthvað frá því fyrra, þá býst ég við að Ármann verði sterkir, sko. Þeir allir sér upp í fyrra og býst við að þeir vilja halda þeirri baráttu áfram. Já. Og það er líklegis. Það er rosa flott liðið fyrra. Og svo vonar maður náttúrulega liðið þetta bara svona, Laudalunum gangi vel og Heklumunum náttúrulega líka. Þannig að ég svona, ef ég á að tippa eitthvað út í lofti, þá myndi ég nú halda að Ármenningarnir eftir að vera þarna í svona, segja svo að fara í fyrstöldan næsta, sko. Já, nákvæmlega. Það er svona líklegt. Maður var það neglið á þig? Já, nákvæmlega. Það er ekki að prófa mann, sko. Já. En fyrst... Óla lítið búin að fylgjast með hann á deildinni núna. Já. En fyrsti leikurinn ykkar er bara núna á fimmtudaginn í Hveragerði? Það byrjar á fimmtudaginn, kostar yfir 7. Og það gleður mig mikið að sá leikur sé á fimmtudaginn, að því að þetta sé ekki á sama tíma á FSU, þannig að menn geta bara farið og sé báða leiki. Já, nákvæmlega. Það er mjög flott fyrirkomulega hjá KK að breyta þessu færa leikjur á fimmtudag. Líka bara fyrir okkur hérna á Suðurlandinu. Það er bæði mörglið í körfunni og svo erum við með handboltaliðin hérna og það er verið að spila sikkorum dögum, þannig að fólk getur að vera að mæta fjölbreytta leiki. Já. Það er bara mjög gaman að því. Þannig að já, við erum að spila hérna fimmtudaginn klukkan ákastur í 7 í Hveragerði og svo er FSU hérna klukkan 8:30 á föstudaginn. Já. Þannig að það er að gera öllum körfuboltaliðum að mæta það. En þið fáið þarna Skagamenn í heimsókn og veistu eitthvað það lið? Voðalega lítið, við erum að spila
nokkra leiki og eru heldur bara nýbúin að fá ameríska leikmennin sín. Þannig að maður svona, við höfum ekki efnað að vanmeta Netlu en maður svona, kannski, það svona hrættur við það fyrir þeirra þetta, þau gætu verið ykkur strögglu við þetta, sko. En eins og ég sé, það er ekkert að vanmeta Net fyrir fyrsta leik. Við þurfum að mæta grálaður og landa sigri, það er það sem við ætlum okkur að gera. Nákvæmlega. Og hvetjum alltaf bara allar til að mæta. Já. Og mæti stúkuna og vera vitni af því. Já. Korter yfir 7:05 í Hveragerði. Já. Engin spurning. Bragi Bjarnason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þið vel á leiktíðinni og það er vonandi bara að ykkur hamri gangi sem allra best. Já, takk fyrir það. Og hvetjum alla til þess að mæta. Já, gerum það. Þakka þið fyrir. Takk fyrir það. Já, var ekki langt. Við ætlum að taka síðasta viðmælanda kvöldsins. Það er Bjarmi Skarphéðinsson, framkvæmdastjóri FSU og við ætlum að klára þetta með honum. Þannig að við förum bara létt yfir alla deildir. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli. Hvað má barnið þitt vera lengi úti?